7. desember. Dúðadurtur heitir einn sonur Grýlu og Leppalúða. Hann stór og mikill með djúpa rödd og myndi líklega hræða börn ef þau sæja hann. Hann samt hið vænsta grey, en af því hann svona stór og mikill þá fólk oft hrætt við hann. Ekki hjálpar heldur að bera nafn eins og Dúðadurtur. En Grýla vill ekki að börn séu hrætt við jólasveinana, svo hann fær aldrei að fara til byggða á jólunum. Einu sinni laumaðist Dúðadurtur þó til byggða. Hann fór í mannafötin sín og hjólaði alla leið til Reykjavíkur. Hann var svo svakalega forvitin að vita hvernig mannfólkið býr og sjá öll ljósin í borginni. Þó það væri ekki jól, þá sá hann ljós út allt. Þetta voru auðvitað ljósin í gluggunum og ljósastaurarnir sem lýsa upp alla borgina. Í jólasveinahellinum bara kveikt á kertum til að lýsa upp hellin. Annars væri bara niðamyrkur í hellinum. Flest ljósin sem hann sá í borginni voru hvít eða gul, en þar sem hann hjólaði á stíg sá hann rauð og appelsínugul og græn ljós. Sum voru kringlótt en önnur voru í laginu eins og fólk. Þetta voru auðvitað umferðarljósin. Hann sá fljótt að stundum keyrðu allir af stað og stundum stoppuðu allir. Allir virtust vita hvenær átt að stoppa og hvenær átt að keyra af stað. Hann skildi ekkert hvernig fólk vissi hvenær átt að gera hvað. Voru allir að fá einhver leyniskilaboð á sama tíma sem sögðu því að keyra eða stoppa? Eða voru kannski allir að heyra eitthvað sem hann heyrði ekki? Hann vissi ekkert hvenær hann átt að hjóla af stað og hvenær hann átt að stoppa. Svo hann hjólaði rakleitt upp í fjall aftur svo það myndi nú enginn keyra á hann. Eftir þetta var Dúðadurti alveg sama þó hann fengi ekki að fara til byggða. Hann þurfti þá ekki að óttast aftur að það yrði keyrt á hann. En hvernig vissu allir bílstjórarnir hvenær þau áttu að aka af stað og hvenær þeir áttu að stoppa?